Sæl og verið velkomin í kafla 2. Við skulum byrja á kafla 2.1. Kafli 2 fjallar fylki og fylkireikning. Fylki nú bara réttundur rammi sem inniheldur breytur og sömu gagnagerð. En svona almennt í stærðfræði þá eru mörg heiti það hvað köllum ýmiss konar gagnasöfn. Við getum talað punkta, runu, mengi, lista, fylki, vigra og töflur. En í MATLAB þá tölum við aðalega fylki og vigra. Svo til önnur gagnagerð sem heitir töflur en það virkar öðruvísi. Hérna er dæmi talnafylki. Eins og stendur hérna þá þurfa það að vera breytur og sömu gagnagerð. Hér er þá dæmi stafafylki. Við getum ekki blanda stöðum og tölum í eitt fylki. Þannig að það sem við skoðum í fyrsta kafla að við gátum raða nokkurum tölum saman með hotklóa, það voru búið til fylki. En bæði talnastil fylkin og stafafylkin hérna frá hafa 6 stök, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stökunum raði 2 línur og 1 og 3 dálka. Og þá tölum við 2, 3 fylki. Fjöldi lína er alltaf tilgreindur undan, það sé línunar og svo dálkarnir. Og svo óformlega minnisregla er svona LSD, lína svo dálkur. Það er svona almenn þumbundarregla að tákna fylki með hástöfum. Það er þó ekki nauðsynlegt en svona bara ágætt regla. Hérna getið séð að hægt er að búa til fylki að svona, einnig hægt að búa til svona. Og við skulum að skoða hérna. Við getum búið til 1, 2, 3, ef við gerum 4, 5, 6, 7, 8 og 9 og sjá við fengum ekki þessar 3 fylki, svo við gátum kannski að vona á, hérna fáum við bara eina línu en 9 dálka. Þetta tekið fram hérna var þetta gert einni línu, en það getur hérna eru semikomur, það sem á að greina á milli lína. Þannig að ef við reynum aftur og getum við ítt upp og sett semikomur hérna, það sem við viljum að greina línurinnar. Þá fáum við nýtt fylki. Það getur hérna notað í komur og hérna notað komur og semikomur. Hér eru þó aðeins notuð bil og það er lagi. Þannig að hérna erum við búin að sjá mismunandi hætti til þess að búa til fylki. Hérna er þetta búið til fylki með bilum og nýjum línum. Svo er þetta búið til fylki með bilum og semikomum og svo er þetta búið til fylki með komum og jafnvel nýjum línum og svo. Þannig að höfum við 4 valmöguleika að búa til fylki. Og svo þetta má líka gera þetta svona og hver hefur sína hendi sem með þetta. Svona misskýrt hvað átt við en bara maður vinni eftir ykkur ákveðum takti og haldi sig við það. Mér persónulega finnst alltaf best að nota komur frekar en bara bil á milli staka í fylki. Vegna þess að flest önnur tungumál þá þarf að vera koma á milli. MATLAB hefur farið skrifinu lengra og haft enga kröfu á því. Fylkið A er 4×3 fylki og fylkið B er 2×6 fylki. Hvað hafa fylkinu A og B margar línur, dálka og stök? Einfaldlega þessi fullyrðing að fylkið A er 4×3 fylki þýðir að það eru 4 línur og 3 dálkar og svo getur bara margfalda saman 4×3 eru 12. Og svo getur við líka fullyrðingin B 2×6 fylki það þýðir 2 línur og 6 dálkar og það er því 2×6 er 12 stök. Og bara eins og að tala um áðan, við þurfum að hafa fylki af sömu gagnagerð. Þannig að prófum hérna að opna og gera þetta hér og tölum aðeins þetta. Opnum nýja skriftu, byrjum að clear, CLC, eins og venjulega, höfum close og líka bara, það var allt örugg. Hérna er svo gert stafir sem halló MATLAB og það getur sett stafir halló svo hérna kemur MATLAB og svo ítum við enter. Úps, ég ætlaði að gera Ctrl enter, ekki shift enter. Ok. Sjáum hana, við erum með 2×6 stafafylki hérna, halló MATLAB. Glöggir áhörundur
hafa kannski tekið þetta hér í bil og það var svo sem líka hér og það hans talað það hérna. Ástæðan fyrir þessu bili að fylki verður að vera réttindur rammi sem þýðir að það eru jafn margir dálkar í fyrstu línu og annar línu. Þegar við teljum hérna 1, 2, 3, 4, 5 svo 6, þannig að 7 bókstafurinn í fyrstu línu, það er bil, það er stabil. Svo stundu segjum til þess að vera alveg skýr, stabil. Og 1, 2, 3, 4, 5, 6, að það eru 6 stafir í þessu orði, en 5 stafir í þessu orði, verður að hafa bil hérna. Ef við reynum að taka bilið og keyrum, það fæst þess að dimensions of array being concatenated are not consistent, þannig að það stendur bara, það sem stendur bara hér það er ekki jafn mörg stök í öllum línum í fylkinu eða ekki jafn margar línur í öllum dálkum í fylkinu. Það getur líka átt við. Þetta eru skilaboð sem við munum oft sjá óneitanlega bara við það að vera á okkur. Og svo vísu í stök í fylki með svona bókstöfum. Þannig að fyrsta stakkið hérna. Það segir bara fyrsta stakkið, það er bara 1. Bara 1. Og það er það bara háið hérna því fyrsta stakkið er hér. Svo 2. Það er þá M. Það kikið niður. Þannig að veitum það að þetta er fyrsta stakk, þetta er annar stakk, þriðja, fjórða. Þannig að þegar við gerum hérna stafir 11 kerum þá fáum við bara bilin af því að 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 getur svo skoða það líka 12. stakkið er B í MATLAB. Já, hérna verður að tala þetta sama. Svo getur við líka búið til strengjafylki. Skulum bara búið þetta til hérna. Clear, close all. Þó að við séum ekki búið til mynd í þessum kóða, þá er oft gott að hafa close all. Kannski að geta nefna það bara. Vegna þess að ef við notum mynd í síðasta kóða, þá erum við minnstakosti að nota þennan kóða til þess að loka á íta myndinni burt. Því við gerum ekki lok síðasta kóða. Það hefur svo mikið stórlega áhrif, nema bara ef við erum að gera kóða með mynd. Það sé þá allavega að byrja á hreinu blaði. Segjum hérna svo getur við sagt næst hérna MATLAB og það getur ég að hér eru strenginir ekki langir, hérna eru 2 og hérna eru 6 svo getur við búið til nýja línu hérna og segja hérna BA og hvað heitir þetta snuð og segja hérna tölva og það getur þó strenginir sem stórir þá eru 1 og 2 strengir í fyrstu línu og 1 og 2 strengir í annar línu þannig að það sem skiptir bara máli hér það er svo jafn margir strengir í hver línu og hver dálk og þess að þetta er 2 strengjafylki 2 línur og 2 dálkar þannig að hér þurfa strengirnir í sjálfu sér ekki að vera langir af því að hvert stak er 1 strengur þannig að við kíkjum hérna segjum 1 þá fáum við hæ og ef við segjum hérna strengir 4 þá er 1, 2, 3, 4 reynda að verða 1, 2, 3, 4 þá kemur tölva þannig að stakið í heild sinni er við tölum stök, stakið í heild sinni það er bara heill strengur með það hérna áðan þá var stakið bara 1 bókstafur hvort sig hefur ákveðna kosti meira kannski ef við ætlum að vinna þetta eitthvað finna kannski óvinn eða eitthvað þá er þetta kannski betra form hann að við getum fundið allt á tæran hátt en hér hefur þetta aðra kosti til þess að bera saman 2 strengi þá þurfa það ekki að vera jafn langir og MATLAB getur borið það saman en ef við erum með 2 stafabreytur og viljum bera saman þá MATLAB er með það ef það eru ekki jafn stór
og við tölum settum, þegar við tölum fjöldi lína fjöldi dálka, þá tölum við í einu orði bara viddir fylkjana. Og við getum beðið að fá það fram alltaf. Þannig að við getum notað fallið size til að segja okkur hversu stórt fylkið sem breytu í kóðanum. Þannig að eins og hér ef við gerum hérna size af stafir, fáum við 2 línur og 6 dálkar sem passa hérna stendur 26, en þetta ekki inn í kóðanum okkar beint. En svona getum við aðgang að víddunum í breytu. Þannig að við getum þá setjum við hérna stafir, það er fylkið, það sem við setjum inn, höfum það hérna víddir. Á size fallið sem tekur inn þetta fylki sem heitir stafir og við ætlum að vista víddirnar í þetta fylki. En svo viljum nota það og getum við nota það síðar í kóðanum. Þetta til þess að gagnlegt að þetta skrifum við sjálf, við vitum að hérna eru Hello MATLAB, 2 línur og 6 dálkar. En segjum svo sem við taka gögn inn í kóðan okkur, þá vitum við kannski ekki alltaf fyrirfram hvað við vonum mörgum línum með dálkum. Þá viljum við stundum hafa aðgang að því, þá notum við þetta fall í MATLAB. Og við munum koma til með að nota þetta fall svolítið mikið. Hérna sjáum við að við fengum nýtt fylki sem innihélt báða tölurnar í einu. Stundum viljum við skipta þessu niður og þá getum við fengið hérna 2 breytur. Það getur við hérna eru hotklofar, en það þýðir ekki að það sé fylki. Það þýðir einfaldlega að hér eru 2 úttök á þessu falli. Þannig að við skoðum hérna aftur n. Og þetta er svona dæmi fall sem að skilur það. Ef við erum bara að biðja eitt úttak, þá fáum við það sem vegur. Tölum við orðið vegur eftir, en það er bara fylki. Að fá fylki með víddunum. En ef við biðjum 2 úttök, og það er það sem hotklóti þýða bara, það þýðir öllum biðjum meir en 1 úttak, eða þá ef við erum skilgreinar fall, þá getum við notað hotklófa til þess að segja að fallið á að skila fleiri en einu úttaki. Þetta er ekki fylki, það er bara einfaldlega að vera að endurnýta hotklófana. Það er einhvern táknmál til þess að aðgreina hvað það er að meina. Þannig að við getum fengið hérna. Þannig að fallið skilur það, eða við vonum á 2 úttökum, þá setjum við línur í fyrsta og dálka í síðara. Svo er líka hægt að skipta því upp. Þannig að við getum fengið þessu 2 hérna. Við getum beðið að fá bara fjöldi lína. Þá setjum við 1 hérna, þá viljum við fá bara vídd 1 af fylkinu. Það gefur okkur fjöldi lína. Og sem n2, eða kallum þetta bara línur og dálkar. Það er bara línur, dálkar, size, stafir og 2 þá. Þá viljum við fá vídd 2 eða dálkana, þá gefur þetta okkur bara dálkana. Kannski við bara áhuga á örugglega línunum eða áhuga bara örugglega dálkunum. Sem að fer þá líka eftir vísið með hvað við viljum gera nákvæmlega. En þetta size fall, það er fall sem við munum nota örugglega talsvert. Og ef við viljum lesa meira þetta fall, þá getum við alltaf skrifa help size eða doc size. Þá meinum við inn í command window. Þannig að við getum help size, fáum við hérna upplýsingar fylkið. Fyrst fáum við bara svona skilgreiningur, hérna stendur bara d samsins x. Ef við setjum n sem n fylki, eitthvað x, þá fáum við tilbaka 2 staka línuvegur. Þar sem að þetta eru línunar og svo dálkarnir í fylkinu. Hérna svo bara segja að við erum með n við vegra. Fylki fyrir ekki, ef við erum með n sem d fylki. Ekki n sem d fylki fyrir ekki. Ef við erum með n við fylki, þá fáum við 1 sem n vegur. Þannig við þurfum ekki að gera því. Ok. Hér svo bara segja sama, ef við byrjum þetta, fáum við línur og dálka í margskiptu úttaki. Og hér svo bara ef við erum með fleiri víddir, við þurfum ekki að dæmislega að gera því. Og hér er bara svo að segja sama.
og svo oft dæmi sem að x einhvern veginn svona, við þurfum ekki að spá mikið í þessu, þetta reyndar fall sem við munum kynnast en notað þannig að það verður búið til 2 línur, 3 dálka og svo verður búið til fjórða í þriðju vitinni og svo bara segja svo mismundi hvað kemur fram. Ok, en við getum alltaf notað help og doc til þess að hjálpa okkur skilja betur. Og svo ef við erum komið með fylki þá oft betra að nota frekar hnitakerfi í staðan fyrir að segja fylki númer 12, hvar var það eiginlega? Og þá veit maður kannski frekar segja bara ég ætla að skoða línu J og dálk K í fylkinu eða línu 2 og dálk K eða línu M og dálk 2 í fylkinu. Gerir ráð fyrir að fylkið sé M sinnum N fylki og J og K eru talningar eftir fylkinu. Og hérna svo bara starfslega framsetning. Það svo sem ekkert að spá of mikið í því. Hérna verið að tala þetta fylki á það og hvert stak hefur bæði sæti og liðvísi. Það sem við nota hingað til liðvísar og þannig að þetta hefur þá liðvísi 1, þetta hefur liðvísi 2, þetta hefur liðvísi 3 og liðvísi 4. Þannig að við til stak 1, stak 2, stak 3, stak 4. Matla byrja til í 1 en mörg önnur fornum tungumál byrja til í 0, það er ágætt að vita því. Þannig að ef við segjum hérna stak 2 í þessu fylki hérna, þá eigum við að fá 3 út. Og sæti 1, 2 því við ætlum að kíkja í línu 1 og dálk 2, þá fáum við þetta stakir. Við svo sem notum ekki oft sæti þegar við erum bara með vigra, en það virkar samt. En við getum ekki sagt að maður kíkja í línu 2 því að það er engin lína 2, þannig að við getum ekki villu. Við getum séð bara hvernig það myndi líta út. Ef að búa til hérna. Hér ég sé og þetta er bara vani hjá mér, skrifa þetta allt saman. Ef við segjum hérna S saman sem 1, 3, 5, 7 minni, það voru þetta ekki átt á þetta, jú. Ef við segjum hérna S af 1, fæ ég ásinn og ef við segjum hérna 1,3 fæ ég 5 hérna, lína 1, dálk 3. En ef ég gerir hérna S af 2,3 lína 2, dálk 3 þá segja hann indexin in position 1 exceed array bounds, þannig að fyrsta sem við settum inn í stöð 1 eða vitt 1 í sem liðvísir það komið út fyrir og matla berendar kann svo vel á þetta, hann segir okkur mesta er 1 en ég setjum 2 og þetta breytist ekkert og ég að setja 5, hann segir bara hæðsta er 1. Ok, og hérna er komið starra fylki. Við skulum búa til þetta fylki hérna. Close all, það kallum við F fyrir fylki, ágætt orð. Og hérna erum við 7, 13, 5 og 61. Komum ekki nema helmingunum tölunum hérna hjá mér. 7 eða ekki. 7, 13, 5 og 61. Ég ætla að gera þetta bara svona í einni línu til þess að sýna það líka. 29, 31, 23 og 17, 31, 23 og 17 og svo 3, 11, 37 og 2, 3, 11, 7 og 30 og 1, nei 37 og 37 og endum á 2 ekki. Skarpir áhörundur hafa kannski tekið þetta frumtölu fylki, sýnst þetta bara frumtölu þessu fylki. Ok, skoðum stakk 3, 1, svo hérna F, 3,1, alltaf kíkjum í línu 3 og dálk 1. Og við vonum að fá, ekki hérna góðan, og við vonum að sjá 3 hérna. Skulum byrta bara fylkið, setjum hérna format, kompakt, og bætum svo við hérna F4. Það kannski væri þetta aðgreina þetta svona 3, 1, af því er þetta 31 eða 3, 1 þessi 4 hérna samansem F4, þá kíkjum við á fjórða stakið, þá er það 1, 3, 4, 13 hérna sem við vonum á og síst hérna 1, 4 F 1, 4 það er samansem
4 séu lína 1 og dálkur 4 61 sem fengum 61. Ok, þannig að þetta snýst bara að æfa sig í þessu. Hérna er talað að skrifa fylki T sem strengfylki MATLAB, finna svo stök með liðis 1, 2, 3 og 4 og svo stökin sætum 1, 2, 2, 2, það sé stökin T. Þannig að þetta er bara svolítið útskýrt hérna. Þá skulum við bara púta inn í glugga hérna, byrjum með nýtt, clear, clear og close all og við ætlum að búa til fylki T með þessum bókstöfum hérna A, B, C, D, E, F sem strengfylki, það getur í. Hvernig munum strengjum og stöfum? Það þurfa að rífa kannski upp að strengir eru aðskildir með tveimur hotklón. A og svo kemur D næst hérna. D, lítið D. Svo ný lína. Svo kemur B. A, B, C, D, E. Svo kemur síðast hérna. C og F. Og gera A, B, C, D, F. Ok, og við ætlum að finna hérna 1, 2, 3, 4 og svo 1,1 og svo 2,2. Já, skýta. Og svo T1 T3 T4 T1 1,1 og T2,2. A áttu von að vera fyrsta og B og C og D væri þá 1, 2, 3 og 4. T1,1 það er þá lína 1 dálkur 1 og lína 2 dálkur 2 verður þá E, þannig að við erum vonað að sjá E hérna. Snýst bara að æfa sig í þessu. Svo er eitt sem er mjög sniðugt að nota. Hæsti liðið sér í MATLAB í fylki er end, þannig að við getum gert hérna til dæmis T síðasti og það er bara T end. Það er þá síðasta stakkið í síðasti línunni í síðasta dálkinu. Eða þessu bara aftasti liðið sér. Við getum líka gert hérna end, til dæmis, að fá síðustu línunni í síðasta dálkinu. Fyrst við getum gert end, þá hljótum við að geta gert líka end, 2 til dæmis. Ef við segjum T end, 2, þá segjum við að við getum að kíkja í síðustu línuna en í dálk 2. Sem er reyndar F í þessu tilviki því að fylki er svona síðasta línan og dálkur 2. Og ef við myndum ekki 1 þá þetta fara í síðustu línu og dálk 1 þá við vonum að sjá C hérna. Það er svo getur líka sagt næst síðasta línan stakk 1 þá við vonum að sjá B hérna. Ef við segjum síðasta en næst síðasta línan og dálkur 1. Og ef við segjum hérna T end, minus 1, 2 þá vonum að sjá E hérna. Síðasta, næst síðasta línan og dálkur 2 E hérna. Hér er bara að æfa sig því. Síðasta stakkið lín 2, þannig að lína 2 og síðasta stakkið dálkið 3, þannig að síðasta línan dálkur 3, næst síðasta stakkið dálkið 2, þá séu ok, fyrir dálk 2 og svo línu síðasta minus 1 og þriðja síðasta stakkið línu 3. Þannig að þá séum við 3, þetta við kíkja í línu 3 og end er þá síðasta stakkið, minus 1 er þá annað síðasta stakkið og minus 2 er þá þriðja síðasta stakkið í línu 3. Og svo komum þetta fylki hérna, næst síðasta stakkið línu 2, síðasta stakkið línu 2 og fyrir línu 2, síðasta stakkið minus 4. Og B er það síðasta stakkið í dálkið 3, 1, 2, 3, 10, þetta vonum því, 10. Næst síðasta stakkið í dálkið 2, dálkið 2, næst síðasta stakkið minus 1. Og þriðja síðasta stakkið línu 3, þannig að lína 3,
þriðja síðasta takið hérna kemur 3. Endilega æfa sig í þessu, prófa að breyta og fara til fram og tilbaka. Skilgreinum aðeins hérna jafn stór fylki. Ef að A er M sinnum N fylki og B er P sinnum Q fylki. Ef að M jafngildir P, það segja fjöldi lína er hins sami, og N saman sem Q, það segja N er saman sem Q, það segja þá fjöldi dálka, fjöldi lína og fjöldi dálka, þá segjum við A og B séu jafn stór fylki, equal size matrices. Og ef við erum með 2 jafn stór fylki, þá eru þau jöfn ef að fyrir öll J og K jafngildir að stak J, K jafngildir staki J, K í fylki A og fylki B. Og nokkur orð bara þessi skilgreiningu að staki sæti J, K í A og staki sæti J, K í B sitja í sömu sætum. Og með samanburði á svona stökum A hérna og B, þá sést ef við einföldum aðeins hérna, það er ekkert auðvitað að horfa hérna og sjá hvort þetta sé sama fylkið, en 1 er vissulega sama 1 og svo séum við 1 plus 1 er 2, 2 er sama 2, 1 plus 2 er 3, já, 3 er sama 3, 6 minus 2 það er 4 og 4 er sama 4, 3 plus 2 er 5, 5 plus 5, nei 5 og 5 er það sama og 2 og 3 er 6 og 6 og 6 er það sama, þannig að með smá einföldingu sést að þetta fylki B er það sama fylki A, að því að stak 1 er í þessu sæti líka. Það mætti náttúrulega ekki vera breytilegt, þá er þetta ekki sömu fylki þó þau eigi kannski sömu stök, en það þurfa að vera í sömu sætum til þess að fylkin séu jöfn og þurfa auðvitað líka jafn stór. Segir bara takk.